Já, gott kvöld, góði gestir og verið velkomin í Egilshöllina. Jón Hlífar Aðalsteinsson heiti ég og mun lýsa þessari viðureign hér í kvöld á milli Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í hertstild kvenna á þessu fallega fimmtudagskvöldi. Nú, S-eringar eru frekar fáliðar hér í kvöld en Fjölniskonur, já, svo til fullskipaðar. Svo það að frétta úr heimsmeistaramótinu í fótbolta að Brasilía er komið yfir 1-0. Það mætast hérna í face-offinu Kolbrún Garðarsdóttir og Arna Fríðarsdóttir og þetta farið af stað. Fjölniskonu vinna uppkastið og Agga á hægri kantinum hérna, skauta með niður, alla leið fyrir markið á Elínu Darko sem að skýtur en það er varið. Og uppkast í sóknarsvæði Fjölniskvenna, þær vinna það og Teresa dregur pökkinn með sér niður, tekur hann á baku markið, þetta hann að finna hérna Elínu Darko, nei, hún heldur bara áfram og skýla pökkinum niður á Kolbrún aftur upp á Elínu og Elínu tekur skotið, þær eru að spila hérna nánast eins og þessi á yfirtölunni en svo er ekki góði gestir, lauskilva Elínu Darko og Kristín Ingadóttir dregur pökkinn ennþá með hann, nei, missir hann frá sér og S-ingar koma hérna á fartið, Karítas dregur hann upp og það er rangstaða. Þannig fór Kristín Ómarsdóttir alveg óvart inn fyrir blálínuna á undan Karítas og þá er það Guðrún dregur pökkinn með sér niður, stoppar, skýtur á markið og það er mark. María Kristjánsdóttir er að koma Fjölniskonum yfir eftir, já, rétt rúmlega 1 mínútu af leiknum eftir skota á marki frá Guðrúnu Maríu Viðarsdóttur. Það speglaðist hann af Andreu Bachmann í marki S-inga og María Kristjánsdóttir kláraði þetta vel. Og Fjölniskonur missa pökkinn hérna niður en ná valda honum aftur. Hann er að koma honum henni upp, vinstri vænginn. En hann fer allan leið niður, ekkert æsing segir dómarinn. Þá koma S-ingar á fullu gasi og upp allan leið. Sendir ekki, hikar, ætlar að reyna að fara kringum markið. En var þetta sjálfsmark? Býtur nú við, ég sá það ekki nákvæmlega. En S-ingar eru að minnka muninn hérna allra rækilega.
Mér sýndist að vera Kristína sem að fór hann á fullu farti. Já, svo til upp allan völlin. Ætlaði að reyna að fara í kringum markið eða eins og það útlegast á ensku svo kallað wraparound. Pökkurinn fór inn í slottið og einhver veginn inn í markið. Ekki viss hvort það hefði verið sjálfsmark eða hvort að Esselingar hafi skorað þetta. En 1-1 enga síður. Og Agga í fasta sendingu hérna yfir á Elísu. Elísa dreifur hann niður, skýtur bara og það í hliðarmöskvana á netinu upp á Teresu. Teresa hótar skotinu og skýtur. Fullt af konum hana fyrir frá hann markið til að breyta stefnu pakkarins. Kolbrún niður á Elínu. Ég bara spyr. Elín býr sér til rýmið, setur hann yfir á Teresu. Teresa reynir skot en það blokkað. Elín kemur bara strax upp hérna, ekkert að hika við þetta, tekur hana sjálf, skýtur, það framhjá og Teresa, nær ekki að skauta hérna inn, missir pökkinn út fyrir blálínuna, sendur hann á Kristínu. Kristín tekur hann inn í miðju, droppar honum niður, skotið, Harpa með gott skot í hægra hornið en Andrea Backmann sér við þessu í marki Esselinga. Og Esselingar vinna þetta uppkast. Alexandra tekur hann upp hægri kantinn, missir hann til Emil Lins sem á fasta sendingu hérna yfir á markaskorara Fjölnis og þá var það Guðrún María tekur hann bara sjálf hérna, hún svo til alina móti þremur Esselingum, skýtur og það rétt framhjá en Harpa reynir að henda pekkinum niður og halda þessu inni og nærði ekki og góð sending hana upp á Caritas sem að rétt svo nær ekki að taka mótinni og Mariana nær að slá pökkinn út úr svæðinu, gera út hættuna í bili og þá það Esselingar og Caritas tekur skotið, það rétt svo yfir og Esselingar, þarna kom Agga aftan að henni en náði ekki pekkinum og þá var það Sigrún Agga það utan á við, ekki neitt en þá liggur einn Esselingur hún staðinu upp, bara í lagi með hana í marki Fjölnis kvenna í kvöldi Birta Þorbjörnsdóttir og Esselinga Andrea Backmann og Esselingar reyna hérna að senda ykkur frá varnamann til varnamanns. Friðný snýr á Kolbrúnu en Sigrún Agga þarna ekki á, hún tekur pökkinn inn í svæðið aftur og hlýtur á rángstöðu nú þjálfari Fjölnis kvenna sem fyrr Emil Alengard og Esselinga Alexander Medvedev og Agga nær ekki að skjóta, þetta vel blokkar á skotið Agga á góða sendingu á Elísu sem að tekur hann í fyrsta Kolbrún með droppsendingu á Elínu, Elín setur hann niður Agga reynir sendingu yfir á engan þvert yfir Elín skýtur og bakkandaskot, lúmst bakkandaskot frá Elísu Dís, Agga það stór sókn að marki Esselinga annars það að frétta að Brasília komið í 2-0 Agga, skotið neglu skot úr hæslottinu eins og það kallað svæðinu og bara þéttingsriskot og Fjölnis komnar í 2-1 auka þar við
muninn. Shame. Hvað gerðu? Leikmaður SN með 21, Jóhanna Barðardóttir fær 2 mínútur. Það var tilbúið sko. Og SR-ingar vinna uppkastið. Nei, hann á að henda þessu út. Og sendingin yfir á Elísu frá Öggu, þannig að góð sending. Þannig að Elísa skýtur í búðan og Elísa með skotið yfir. Það er á yfirtölunni hérna Jóhanna Barðardóttir inn í bóksinu hjá SR-ingum. Elín yfir á Öggu. Það er stillaðir henni upp. Lyft á mig. Nói, lyft á mig. Kolbrún dregur hann inn í miðju. Það reyna að búa til Þú má klippa á mig. eitthvað spil hérna. Kolbrún Það platar mig. með það niðri upp á Öggu. Hóta skotinu og skýtur bara þrusu negla yfir. Og Kolbrún er að halda pekkinum hana inni. Tæplega mínúta eftir af yfirtölu Fjölniskvenna. Teresa upp og Kristín Ingadóttir með skotið. Lyft á mig. En SR-ingarna er að verja vel og eru, sýnist mér, að gera út um þetta yfirtöluspil. Nota bara í smá. Það er að blokka hvert skot á fætur öðru og aftur. Og markið galopið hana, 2 skot í röð. Guðrún María á Kristín Ingadóttir sem að skýtur. Og það er varið. SR-ingar að gera feiki vel í að verjast þessu. En Kristín Ingadóttir með sendinguna yfir á Teresu. Teresa skýtur á markið. Og já, gott yfirtöluspil hjá Fjölniskonum, en bara ekki árangur í þetta skiptið. Og Guðrún María upp á Elísu. Það er missan frá sér. Friðrika Magnúsdóttir dregur hana niður hérna upp á Kristínu sem að missir hann í slagtögi við Kolbrúnu. Kolbrúnu upp á Öggu. Elísa með henni. Hvað gerir Agga? Agga skýtur bakhandarskot. En Andrea sér við þessu. Eru Andri að tala þessu mikið? Getur þið látið að hreyja? Það er truflað með hana. Getur þið látið Andri að hreyja? Það er truflað með hana. Og Fjölniskonur vinna uppkastið. Elín yfir á Teresu. Teresa dregur hann niður. Droppar hann á Öggu. Agga reynir fasta sendingu inn í Darkválu. Óþálega fasta. Nei, ekki ég. Það er bara Andri. Og Darðardans niður á suðubakkanum hérna. Andri elskar þetta. Kolbrún upp á Elínu. Elín yfir á Teresu. Teresa ætlar að reyna að lúmska sendingu hérna inn í slottið. Kolbrún. Og Elín skýtur bara. Og Elísa reynir að spegla pökkinn hana inn. Án árangurs. Agga tekur hann sjálf inn í slottið. En Alexandra varðist vel hana. Teresa skýtur bara, engu færi. Og Elísa.
Elín sendur hann yfir hérna, María Kristjánsdóttir að stoppa hann og halda pekkinum inni. Ensendingarnir eru þreyttir, búin að vera lengi hérna inn á í vörn og svona langar sóknir geta þreyta mann virkilega mikið. María harpan í horni, sendur hann inn í slotti á Maríu. María skýtur og hvað, pökkurinn laus fyrir hvaðmarkið, ennþá laus. Kristín Ingadóttir að koma upp á Evu Hlind sem var skýtur á milli lappana á Kristínu. Gott skot hjá henni Evu, endar á í fanginu á Andreu. Og áfram erum við í sóknarsvæði Fjölniskvenna og SR-ingar vinna þetta uppkast. Ekki mikið lengur. Þetta eru komnar í sókn hérna og það er annar skítur, það er framhjá og ennþá áfram halda þeir í sókn. Smáttar að dans, það eru svo til svona Einar hana, ekki mikil aðstóð. Arna hægir aðeins á spilinu, það reyna að freista þess að stilla eitthvað upp hérna en hápressa hjá Fjölniskonum og 2 SR-konur langt frammi. Ef að sendingin hefði ratað á spaðan þá hefði þetta verið stórhættulegt. En við fáum æsing eða ísingu og uppkast í varnarsvæði Esseninga. Tökkurinn upp á Teresu, Teresa á Elínu, Elín yfir á Öggu, Agga í góðu færi skýtur og það er rétt framhjá. Tökkurinn þetta aftur á Elínu, Elín yfir á Teresu, Teresa hótar skotinu, missir hann, dettur. Agga nær að halda honum inni. Og Agga upp á Teresu, Teresa skýtur á löngu færi en Andrea Bachmann sér í þessu. Rétt rúmlega 9 mínútur eftir af þessum fyrsta leikhluta. Uppkast í varnarsvæði Esseninga sem fyrr. Guðrún yfir á Evu, Eva skýtur og þarna reynir Harpa að spegla honum aftur inn. Góð sending Evu yfir á Guðrún, Guðrún skýtur á löngu færi. Harpa reynir að vera fyrir þarna og reynir að blinda Andreu. Og Esseningar hreinsa beint upp á Fjölniskonunar. Kristín Inga að halda þessu inni, Harpa enn í baráttunni. Nú er þið varnarmaður Fjölniskanna að drífa sig inn á því að þær eru konar í sóknina Esseningar og skotið. Birta nær að verja þetta. Og Mariana P. skauta bara aleinu upp á meðan kollegar hennar fara í skiptingu og hún er bara að halda bekkinum áfram. Kemur honum fyrir og Alessandra hreinsar þetta og við séum bara tækluð af samherja. Og þessi konur finna hérna Örnu inn í miðju, langt fram, hún er komin alein og rángstaða varða. Elín að verjast hana vel sömuleiðis. Arna vinnur uppkastið fyrir SS-konur en Guðrún komið með hann pökkinn, setur hann upp á Öggu sem hann nær pökkinum, setur hann á Teresu
Þeir sem næri ekki að taka á móti sendingunni missar hann út úr svæðinu og gott spil hérna. Elín komið niður í svæði, tekur hann bak við markið, skýtur bara. Það er líklegast að reyna annarkot að setja hann í púðan og spegla hann aftur inn fyrir markið eða koma hann bara inn í svæðið. Þessi líka hreinsaði þetta upp, Kolbrún Garðars yfir á Teresu. Teresa upp á Öggu. Agga fast skot hérna yfir á Elísu. Elísa heldur hann inni, setur hann upp á Evu. Held næra að halda pekkinu inni. Engin ástæða. En vantar aðeins upp á samskiptin hann hjá SR-konum. Og þá er það Harpa yfir á Evu. Eva hægir aðeins á spilinu, reynir að búa til eitthvað hérna, setur hann upp á Kristínu, Kristínu og Hörpu. Nei, það er ástæða. Uppkastið hérna rétt fyrir utan vannarsvæði Esselinga. Fjölniskonur vinna það og senda pökkin bara djúpt niður í svæðið. Marjana upp á blálínunni, setur hann djúpt niður. Það er Harpa sem að dregur hann inn að bak við markið, sendur hann upp og skoti á löngu færi, lúmskot og Harpa reynir við skotið, takst ekki. Marjan er að halda þessu pekki inni. Trutta sig út og gera hægt að tala og trutta sig út. Og sendingin hann fyrir markið, það er engin til þess að taka mótunum. En Kristína kemur hana upp, snýr á eina, er ennþá með hann, er að draga hann upp með sér hérna og reynir skotið og það er rétt framhjá. Það var það Agga. Dregur hann sjálf hérna inn í miðju, fer bara alla leið á fullu gasi, hún er líka bara aðlegin, skýtur og það er varið af Andreu Bachmann. Hegið þú líka maður. Uppkast í sóknarsvæði Fjölniskanna sem að fær og vinna. Agga yfir á Elínu. Elín nær að snúa á Kristínu. Tekur þetta bara sjálf, skýtur og já, Elísa neyndi hana að fylgja þessu eftir. Tókst ekki. Teresa skilur hann eftir á Öggu sem að missi hann frá sér og Karitas komin einn, hún er alein í einskismarslandi og skýtur og Birta ver þetta glæsilega. Það voru 3 Fjölniskonur þarna á hælunum á henni. Karitas náði að sleppa ein og óvölduð inn fyrir en Birta gerði þetta vel. Það er alltaf erfitt að vera markmaður þegar þú fær einn sóknarmann á móti þér og enga aðstoð frá varnarmönnum hérna. Hérna eru Fjölniskonur komnar í sókn og María nær ekki að halda pekkinu og Guðrún niður á Kristínu. Kristín inn í svæðið, finnur engan en uppi er María. Reynir að skjóta hann á markið en hún finnur Guðrúnu upp á bláu. Setur hann aftur niður á Maríu en klikkar og uppkomaði sinninga Friðrika og hún er með Kristínu með sér og Friðrika sendur á Kristínu og Kristín skýtur og Birta verð þetta virkilega vel gert. Góð spil, hann er góð sending hjá Friðriku en skotið bara beint í fangið á Birtu.
en þetta var stórhættuleg sókn. Og við fáum uppkastið í varnarsvæði Fjölnismanna og Eskeringar konum við skotið og það varið Birta við pökkinn og sendra framhjá. Mariana tekur hann bara alein, hérna skiptir bara væng og reynir að finna hérna Tori en þá eru það Eskeringar og Bríett tekur hann inn missir hann, en það Caritas, hún skýtur og Birta verður þetta glæsilega og enn eru Eskeringar í sókn, ná halda honum inni Caritas og Darra dansina við bláu línuna en Eskeringar ná að halda þess inni og eru ennþá í sókn, það einhver að fara í skiptingu en Bríett kom með hann upp hérna, skýtur, það rétt framhjá Caritas með hann niðri, sendir hann fyrir fram að marki en það enginn og býtur hann við, nú kemur Agga á fullu gasi og reynir skotið fyrir fram á markið reynir að taka bara ein en Andrea Bachmann verð þetta á Elín Darko í baráttunni hérna það dómur, þetta Hawking dómur þannig að hér eru þessar konur að fá sinn annan dóm í kvöld. Það Alexandra Hafsteinsdóttir sem hún að tilla sig fyrir í refsibóksinu, kælibóksinu. Mun dúsa þar í nákvæmlega 2 mínútur, hvorki lengur né skemur. Og svo til það sem eftir þessa leikluta. Við fáum uppkastið í Sóknarsvæði Fjölni sem á yfirtölunni. Elín yfir á Öggu, Aggar skýtur bara dimbingskot af blálínunni, slappskot eins og við köllum það. En Caritas setur allan skrokkinn fyrir þetta skot. Þetta gætast að fórna sér af líkama og sál. Fórna líf og lifum. Og Fjölniskonur reyna hérna þversendinguna yfir sem að endar á engum nema hinum endanum á svellinu, Suðurbakkanum og hljóta því æsing eða ísingu fyrir. Þá fáum við uppkast hérna á Norðurbakkanum. Í varnarsvæði Fjölnismenna. Og Eskeringar vinna þetta uppkast. Ná ekki að halda honum inni. Og upp kemur Harpa á fullu gas, hún með Öggu með sér, hún með Elísu með sér, það eru 4. Kolbrún sendur hann yfir og það virkilega vel gert. Kolbrún Garðarsdóttir sendur góða sendingu hérna yfir á Elísu sem hann að spegla pekkinum fallega inn. 3-1 fyrir Fjölni og vel lukkuð yfirtala. Þá fá SR-konur Alexandru aftur inn á. Og verða því 5 á móti 5. Og uppkasti á miðunni hérna. Fjölniskonur vinna það. María sendir hérna yfir á Hörpu. Harpan að halda hann minni hérna. Kristín Inga niður í horni. Setur hann upp á Evu. Erfið sending. Eva sendir hann bara yfir þar sem að Teresa reynir að búa sér til pláss, fer niður. Reynir sendinguna inn í slottið en Kristín ekki valda á pekkinum. María skila pekkinu bara aftur niður, vil ekki sjá hann fara inn í sitt varnarsvæði. Guðrún droppar pekkinum niður á Evu. Eva tekur hann með sér hérna. Virkilega vel að halda pekkinu bara alein hérna. Líkur sér að þeim. Guðrún Viðarsdóttir með fast skot á blálínunni sem að Andrea grípur eins og góða jólagæs.
Rétt 1 mínúta eftir af fyrsta leikluta þessa leiks. Uppkastið í mannarsvæði SR sem að vinna það og þær koma upp inn á fartinu. Það eru 4 en og tekur það bara alveg hérna upp inn miðjuna. Reyndi sendinguna fyrir markið en það voru ekki nógu fljótar að staðsetja sig þar og þá koma Fjölniskonur og Tóri upp vinstri vænginn. Það ætlar að reyna að koma sér inn í miðju, klippar sér svona inn í miðju, næri því ekki. Og Friðrika Magnúsdóttir niður í horni, hún á 2 valmöguleika, já eða 3, ákveður að taka 3, skauta 1 upp, skítur, það yfir. En enga síður, já næstu því fyrst í pökinn aftur. Þessar konur rétt ná ekki að halda bekkinum inni, nú þessi leikluti að líða út. Og Caritas reynir að móða einhverju úr þessum síðustu sekundum. Alessandra skítur og það í hjálminn á Birtu og lengst yfir. Þar með flauta dómarar til loka fyrsta leikluta. Æsi spennandi allt saman hérna. Góð tækifæri, miklu möguleikar, gott spil. Og ég ætla að ná mér í 10 dropa eða svo. Enga mjólk, takk. Kem aftur að verða með spori, ekki fara nákvæmlega neitt.
Já, kæru gestir, þá annar leikluti í þann mynd að hefjast og þetta byrjað. Esseníka vinna uppkastið en Kolbrún Garðarsdóttir vinnur pökkinn aftur. Reynir að fara inn í svæði hérna en það ljóta ránstöðum. Hljóta ránstöðu og því uppkast hérna rétt fyrir utan varnarsvæði Esseníka. Esseníka vinna uppkastið, sendar bara lengst hérna niður án snertingar eftir rauðlínuna og því hljóta þær æsing að launum. Við fáum því uppkast hérna í varnarsvæði Esseníka sem og vinna það. Kristín setur hann lengst hérna. Grípa bara til örstrefa, ráðir ekki að búa til neitt spil, heldur hinsa bara pökkinn í hvert einasta skipti sem þeir fá hann. Og Agga upp á Kristín Ingadóttir sem skýtur aftur, reynir að fylgja þess eftir en ber ekki erindi sem við því. Og Esseníkar rétt ná ekki valdi á pekkinum og inn fer Kristín Ingadóttir. Hefur allt rými í heiminum. Tekur hann bara með sér hérna bak við markið upp, skilur hann eftir og skotið hérna fyrir markið. Kristín alein hérna hægra megin, skýtur og Andrea verður þetta. Kristín finnur Guðrúnu uppi á bláu. Guðrún reynir skotið en nær því ekki og fær að launum Karítas á fullu gasi sem kemur í vinstri kantinn. Karítas skýtur og Birta verður þetta stórvel. Uppkasti hérna í sóknarsvæði SR kvenna sem ná að vinna uppkasti. Guðbjörg og Alessandra í baráttunni hérna. Fjölniskonur skiptum hlið. Mariana setur þennan pökk djúpt. Fleygir honum inn yfir. Og aftur fá við æsing. Alessandra í uppkastinu vinnur það úti á Friðrikur sem tekur skotið. Það er rétt framhjá. Esseníka skotið og það er Birta sem að verð þetta geysi vel. Og þá kemur Friðrika, tekur hann inn í miðju, Sóla reynir aðra, nær því ekki. Alessandra með skoti og það fyrir skautan og þá var það Elisa alein en Alessandra nær að sjá við henni og hún er komin inn í hérna hægra megin, skýtur. Birta nær að verja þetta, pökkurinn laus en já Esseníkar en þá er svo og Mariana róar spilið, reynir að finna einhvern opinn samherja. Það virðast vera eitthvað. Já, þarna loksins fann hún Elisu á vinstri kantinum sem tekur bara af skarið. Fer bara með pökkinn sjálf hérna alla leið. Agga er komin í slotti og Kolbrún inn megin. Hún er komin aðeins svo djúpt til þess að taka á móti sendingunni. Nær samt að handa pækjunum inni. Og Agga í baráttunni, ekkert tripping á þetta. Kolbrún er bara einn fyrir frá markið, skýtur og það er rétt framhjá.
og enn eru Fjölniskonur í sókn. Agga, Kolbrún dettur hana við í baráttunni. Karítas í Harpa með skoti hana á ringu færi. Agga niðri og reynir að finna Kristín Ingadóttir sem að næra að taka á móti pekkinu en það er ekki að koma skoti á markið. Hún er svo til alein niður í horni, vantar aðstóð og fær hann á loksins. Eva skýtur og það er lúmskot niður í hægra megin sem að rétt endar í stönginni. Eva gerir sér klára henni vörn og Kristín fer í baráttuna niður í hornið. Og ennþá einhver barátta og pökkurinn upp á Evu. Eva með góða sendingu yfir á Guðrún og Guðrún einhver lúmska sending, lúmskot bara á jörðinni á ísnum segi ég. Það fer rétt framhjá og Harpa næra að snúa á Essering, finnur Guðrúnu uppi á blálinni sem að skýtur laust skot og Harpa spekla pökkinn yfir. Það getur verið stór hættulega þessi lausu lúmsku skot og sérstaklega þið fá stefnubreitingu fyrir frá markið. Hittir hann við og er dómur á SR-konur og margar á ís. Það voru 6 á ís þannig eitthvað ólukkuleg skiptingin. Svo finnst mér alveg mætti breyta heitinu á þessum dómi á enskri tungu en það er too many men. Það getur svo sem verið það virkar svo sem á íslensku ómargir menn, kallmenn eða kvenmenn, öll eru við menn. Og Fjölniskonur vinna yfirtölu uppkasti hérna. Elín í Daradas í horninu finnur Kolbrúnu upp á Öggu. Agga dregur pökkinn hérna yfir á Kolbrúnu og skýtur og það er löngu færi og pökkurinn er lausur frá markið. Og Elísa rétt skýtur framhjá en SR-konur ná að hreinsa þetta burt. Og þá koma Fjölniskonur á fullu gasi, reyna að stilla upp í eitthvað yfirtölu spil. Kolbrún upp hægri vænginn en ennþá með pökkinn, reynir að skila pekkinum hérna lúmst fyrir fram að markið með bakhöndinni en það var enginn þarna. Agga með allt undir Suðurlands undirlendið fyrir fram þessi en skýtur framhjá. Og þá er það Kolbrún, hún er svo til alin hérna, snýr inn í miðju með bakkandaskot á Andreu sem að ver rétt rúm mínúta eftir af þessari yfirtölu Fjölniskvenna og aftur reyna þær að freista þess að nýta það. Svolítið og Kristín upp á Guðrúnu, Guðrún aftur upp á Kristínu. Kristín í ekki góðu skotfæri, dregur hann niður á Guðrúnu og Guðrún á Kristínu og Kristín með skoti. Það er laust skot á framhjá og Esseringar reyna að hreinsa þetta hérna á vinstri kantinn. Ná ekki, Tersan er að halda þessu inni og einhver bara þennan bláu línunni og já, eitthvað samskiptaleysi þannig en Fjölniskonur ná að halda þessu sín megin. Teresa djúpt niðri, skýtur og það fer af Kristínu í vörninni hjá SR og framhjá og Guðrún með skoti af löngu færi og Andrea verð það. Og aftur fáum við uppkastið í sóknarsvæði Fjölniskvenna sem að missa pakkinu út og Elín Darko kemur hann á fullu gas, hún er með Öggu með sér
og skilja hann á Öggu. Agga með fast skot rétt fyrir hún að púðan á Andriðu sem hann að verja þetta með Geysi Brag og þar með úti yfirtöluna. Eskfirðingar aftur orðnar 5 talsins á jafnarsleikar jafnt í hvoru liði og Karítas í baráttunni hérna vinstri kantinum misst hérna frá sér Sigrún Agatha niður hægri kantinn fyrir að baki markið hérna finnur Kolbrúnu getur fundið Elísu hennar sem að galopin gerir ekki Friðrika gerir vel í vörninni hreinsar þetta reyndar út og fær æsing á launum. Ævar dómari fjall næstuði við hana þá fáum við uppkastið á norðurbakkanum og Kristi vinnir það og skýtur bara úr uppkastinu nánast en það ekki nógu góðu valdi á skotinu og Harpa pressar þetta vel vinnur þessa baráttu hérna það ekki að koma pekkinum á samherja og þá var það Eva sem að sækja pökkin þegar bara sjálf hérna vinstri kantinn ætlar að reyna að finna hérna Hörpu sem hún gerir það glæsi vel en þessir konur fljótar í förum ná að verjast þessari skyndisókn gríðarlega vel. Guðrún næstum búin að missa pökki frá sig hérna til Kristínar og þá er það Marja tekur hann sjálf upp miðjuna nær að halda pökkinu með þá tekur hann hérna hægra megin og reynir að finna Samherja hinum megin og gerir það næstu því en hefnaðist ekki og Marjana er að verja þetta vel það voru komnar hérna 2-3 á móti einni þessar konur og Greta fyrir niður í slotti í baráttunni við Karítas Greta sendur hann yfir á Marjana aftur yfir á Gretu sem að sendingin bara nokkuð föst og þessar konur með lúmskotar á hægri kantinum og ennþá með pökkinum laus og Karítas næri ekki að staðsetja Kilvuna nægilega vel hana markið galopið og skotið á blánlínu og speklar hann frá og reynir að fara þannig kringum markið þessi konur ná að halda þessu inni Henry stór sókn hérna þetta hvergi nærri því að vera búið þessi leikur það er 3-1 30 mínútur eftir af leiknum var rétt rúmlega 10 mínútur eftir af þessum leikluta Fjölniskonur hreinsuði pökkinn hann alla leið yfir enda líði hana í stöðinni í svona stór sókn gera út eldmóðinn þá er það uppkastið í svona stöði Eskfirðingar Arna vinnur það og það eru í baráttunni niðri Marjana reynir að skópla pökkinum hérna yfir það Greta nær ekki að setja pökkinn út og pökkunin ennþá inni og Kristína tekur hann niður skítur en Marjana blokkar það vel það skot og var það Fjölniskonur niður í djúpt og Bríet fyrir fram að markið hérna Guðbjörg og Guðbjörg og Greta í mikilli baráttu hérna niður í horni og Birta bara kælir þessa sókn stingur hann inn í fristi -30 ekkert ves og bæði lið fari í skiptingu þetta mikil þreita eftir góða baráttu Teresa
Fjölniskoni vinna hérna uppkastið og tekur hann bara upp sjálf hérna miðuna, finnur Elínu á hægri kantinum sem að skilja hann aftur á Teresu og hún er með mikið rými í kringu sig, skýtur bara sjálf og það er laus skot og pökkurinn lausur frá markið, mikið darraðadans og Agga vinnur pökkinn, fyrir niður í hón, setur hann upp á Kolbrún á dimping skot á blálínunni, rétt yfir markið Teresa niðri. Næra leika á tvær þarna. Það gerir Elísa skilja pekkinum upp á Elínu sem að setja hann yfir á Teresa yfir á Kolbrúnin er aftur við skotið, myndi ég halda já og Andrea grípur það eins og hendi væri veifað, myndi eitthvað segja bókstaflega. Uppkastið í sóknarsvæði Fjölnis, varnarsvæði Esseníka vinna það og bara átt að upp við battana hérna norður bakkan. Esseníkar koma hérna upp að miklum krafti. Það er Kristína í mikli baráttu við tvær Fjölniskonur. Harpa ber sig úr bítum þar á bæ, reynir að snúa hérna inn í miðjum en tekst illa og pökkurinn hérna, Kristína í baráttu við Eva skilja pekkinum niður og það er að dansa hérna fyrir fram að mark SR kvenna og Harpa niður í horni, reynir vantanlega að finna Guðrún yfir á Eva skýtur og það er númskot galopið hérna Harpa með og Kristín Ingadóttir með skotið yfir markið og Fjölniskonur fær í skiptingu en Eva á gott skot hana niður á Maríu. Nú er það að drífa sig í sína stöður úr skiptingunni og Tori Linn missir pökkinn hérna fyrir fram á markið og Kristína réttna er ekki að klára þetta góða færi. SR-konur ná að halda þessu pekkinni, Karitas með skotið, Maríanna verst því og skotið af blálínni, það skot sem að ratar næstu því á ramman og Tori reynir að koma þessu pekki út úr svæðinu og gera út um þessa baráttu SR kvenna. Tekst það með naumyndum en þá kemur Karitas, skilur hann eftir á Jóhanna upp á blálínni, setur hann bara niður lúmst og pökkur fyrir fram á markið en þá kemur Elísa á fullu gassi og það eru 2 á móti 3. Elísa, hún bara klippir inn í miðju og skotið þarna frá Natalíu López en Andrea stingur pekkinu bara inn í fristiklefan og við fáum uppkast á norðurbakkanum sem Fjölniskonur vinna. Elín upp í miðunni, dregur hann hérna pökkinn með sér upp á vinstri vænginn, skýtur bara úr erfiðu sjónarhorni en Andrea ver þetta vel og aftur fáum við uppkastið hérna á norðurbakkanum og Agga alein reynir að skoti hérna úr engu færi svo til á markmannslínunni. Teresa uppi á bláu, niður á Kolbrúnu aftur, Kolbrún skýtur en Alessandra nær að setja kylfuna í veg fyrir það skot. Þá er það Elísa, gerir vel, snýr og það er allar og skýtur og Elín er að halda pekkinu inni hérna, dreif hana bara með sér niður einu óvölduð og nær að snúa hérna vel á einhverja 4 SR-konur, sendir hann svo upp á Teresu, smá samskiptaleysi þarna Fjölnis kvenna á milli en þá er það
Mökkurinn laus hérna á blálínunni. Marja tekur hann upp, reynir sendinguna á Kristínu og býður hann við Harpa í næstu fyrst í pökkinn hérna. Hún nær honum síðan, reynir að finna liðsfélaga fyrir frá markið en finnur engan að Kilvu mótherjans. Og Karítas kemur á vinstri vænginn hérna, henni stoppuð af. Og Kristín reynir að vinna hérna baráttuna við Daníu. Þá er það SR-konur að Dagný kemur upp hérna vinstri kantinn. Eva verst gríðarlega vel hérna á móti henni. Hún nær pekkinu bara af henni, skilar honum niður á Guðrúnu. Þá reynir Guðrún að senda hann hérna á Tori. Tekst ekki og SR-konur reyna að stilla hérna upp. Reyna hérna langa sendingu neðan af rauðlínu upp á Karítas sem að nær pekkinum. Hún setur á Kristínu, Kristínu komur að vinstri erfið að færi og sendi fyrir markið og Jóhanna réttnar ekki að koma við Kilvunni fyrir þetta. Svo hún enda svo með skoti á blálínni hana sem að Birta vel. Það eru einhverjar 4,5 mínúta eftir af annari leiklótu. Staðan Fjölnir 3, Skautafélag Reykjavíkur 1. Agatha upp á hægri, reynir að finna Elísu inn í miðju, nær því ekki og Bríett er það fyrst í pökkinn. Kolbrún koma með hann, sendir hann niður á Öggu og hún reynir að finna hana Elísu í vasanum. Æsningar hreinsa þetta bara allar yfir. Þá fáum við uppkast hérna á norðurbakkanum. Það er Teresa sem er upp á blálínni, yfir á Öggu. Agga snýr á Guðbjörgu, Agga með dimpingskot sem að Andrea nær að verja vel og Elín dregur pökkið með sér hérna yfir, finnur Teresu, hún er komin djúpt niður, skýtur bara hægra megin í hornið hérna. Aftur er það Teresa sem að dregur pökkið með sér inn, er bara komin alveg á silfurfati hérna, rauðum dregli inn á marki. En Andrea ver vel frá henni og aftur frá Öggu núna. Þá koma SR-ingar eða hvað. Já, það er hreinsað þetta bara út og fá að launum en aðra ísingu. Ég hef ekki séð aðra eins ísingu frá því að ég var í Norðursjónum 76. Það var svaðalegt maður. Það var að öll lunningin ísuð í hel og við þurfum að lemja þetta af eins og Mía Mikilskán. Það var ekki saga til næsta bæjar en hérna er skotið frá Evu. Og bara það hérna á vinstri kantinum. Harpa í baráttinu upp við norðurbakkan og Eva með fast skot en nægir ekki nægilega góðu valdi á því. Guðrún setur pökkið bara aftur niður á Skjálfanda og það var Arna yfir bytuna með og margir á ís. Þannig voru SR-ingar komnir í stór hættulega sókn. En dómararnir gera bara úti hana. Þeir vilja meina
Þau vilja meina að Esseningar hafi verið of margir á ís eða of margar á ís. Dómarinn eitthvað að ráðum sínum. Þegar í miklum viðræðum hana við Alexander Medvedev og Dag Þór Aspar á bekk Esseninga. Já, niðurstaðan er ljós. Esseningar fá dóm fyrir að vera of margir á ís og það er Jóhanna Barðardóttir sem að sitja þann dóm og Fjölniskonur komnar á yfirtöluna. Kolbrún með sendinguna upp hérna á Elinu Darko sem hann er að taka á móti honum, dregur pökkinn niður með sér hérna, skilur hann á Öggu, Agga á Kolbrún, Kolbrún með númskot hérna fyrir fram að markið, setur á fyrir slottið og Elín Darko sýndist mér náða að setja kinnuna fyrir og spekla pökkinn inn. Þetta er nákvæmlega það sem ég sagði ykkur áðan. Þetta er lúms þegar þær koma svona og já, þetta var Elín Darko sem að náða að setja kinnuna sína fyrir skotið. Þetta er lúms þegar þær skjóta svona lúmskum skotum af blálínni og markmaðurinn er hálf blindaður og það ná að setja kilvuna fyrir pökkinn og ná að valda stefnubreitingu og spegla hann inn. En staðan honum 4-1, Fjölni í vil sem að er að auka þokkaraða við forystuna hérna og aftur eru þær komnar í sókn. Karítas á móti 3 Fjölniskonum, setur hann bara Evu, Eva með fasta sendingu hérna, reynir að senda hann á Hörpu en Harpa næði bara ekki að snerta pökkinn. Og uppkastið hérna sem að Fjölniskonur vinna. Marja á fullustími vinnur pökkinn hérna, er einir í horni, reynir að skila honum upp hérna á Gretu sem er helst til of aftarlega. Marjana P var að spila niður og reynir að búa til eitthvað hérna, skauta bara sjálf meðan hérna, þræðir sig í gegnum 2 SR-konur og Tóri með sendinguna yfir og Marjana með tæklingu hérna í lokin. Cross-checking að mér sýndist. Það er rétt tæp mínúta eftir af öðrum leikluta.
og Esseringar vinna uppkastið. Arna þeir bara með að sjálffinna upp, vinstri kantur gerir þetta vel, reynir sendinguna fyrir markið og nærinni svo en Karítas nær ekki nægilega góð skoti. Stór hættulegt færi og æsing var það. Þá fáum við uppkastið hérna í Sóknarsvæði SS kvenna. Rómlega hálf mínúta eftir af öðrum leikhluta. Og skotið fljótt úr uppkastinu. Karítas er að fylgja eftir en Birta sér við því. Tóri Lind á vinstri væng Fjölniskvenna nær ekki að koma pekkinum út og Alexandra, hún skýtur og mér sýndist bara Karítas hafa blokkað þetta skot alveg sjálf og annað skot án árangurs og hérna er Marjana skautar upp og þar með flautar yfirvaldið af annan leikluta. Staðan 4-1 Fjölni í vil. Ég ætla að skreppa niður í messa hérna úr brúnni og ná mér í eins og 10 dropa. Ekki fara neitt.
Já, kæru áhorfendur góðir, þá þriðji leikhluti farin af stað. Staðan 4-1. Fjölnir skorum í vil. Og Kolbrún upp á bláu, skýtur bara. En Kilvan á Kristínu varði hennar við. Og Elín upp á bláu, niður á Teresu. Teresa reynir sendinguna fyrir. En tekst ekki. Kolbrún setur pökkinn bara djúpt. Elísa snýr á Essering, reynir að finna öggu hana í svæðinu. Tekst ekki. Eva upp á bláu, sendir hann yfir á Teresu. Teresa skýtur af löngu færi, gott slappskot á ísnum og lágt. Og Kolbrún yfir á Evu. Eva setur hann djúpt yfir og þar Harpa fyrst í pökkinn. Hún að halda í hann. Sendir hann upp á Kristínu Ingadóttir sem hann ekki tækja pökkinum fyrir núna. Snýr sig við. Fyrir í slottið ætlar að reyna skoti bara. En það varið. Esseringar gerðu markmannsskiptingu fyrir þennan leikluta. Í markið kom inn Telma Matthíasdóttir og ég get nú bara hvergi séð Andreu Bachmann. Það eins og hún sé bara farin í sturtu. Vonum að sé í lagi með hana. Fjölnir skuli vinna þetta uppkast. Maríanna sendir á Tóri. Tóri inn í miðju og það náður ekki að koma honum á markið. Pökkinum, Greta stoppa pökkinn, reynir að halda honum inni. Tekst ekki. Maríanna sendir pökkinn bara djúpt. Og Elín kemur á fullu farti hérna. Næra krafsa sig í gegn og það eru tvær, hún og Kolbrún. Elín skýtur bara rétt yfir. Og Esseringar hreinsa pökkinn út í svæðinu. En á fullu farti kemur Kristína. En Agga hefur betur í þeirri baráttu. Sendir pökkinn á Elínu sem að sendir hann svo upp á Kolbrúnu. Kolbrún tekur hann bara einn inn. Reynir skotið og það rétt fram hjá Teresa niður á Kolbrúnu. Og Kolbrún á Elísu og Elísa það ekki að krafla sig út úr mannmerð Esseringa. Og Kolbrún Garðarsdóttir að skora hérna eftir lausa og lúmska sendingu frá Öggu. Hún fær sendinguna inn í slottið og klárar færið Esseringum á úrvörum. Það virtust bara sofandi þannig. Og þar með auka Fjölniskonur forystuna í 5-1. Þegar 17 mínútur eru eftir af leiknum. Harpa í baráttunni hérna niðri. María niður í horni, sendur hann upp á Guðrúnu. Guðrún reynir skotið en klikkar á því og Karítas komin hérna eina á eina. En Eva hefur betur í þeirri baráttu. Vel varið hjá henni. Og
Eva sendur hann upp á Hörpu. Harpa reynir afsaki sendinguna yfir hérna en tekst ekki. Mariana reynir langa sendingu en hún enda bara á kilónum á sendingunum og þá kemur Alessandra á fullu stími niður, tekur hann sjálf, reynir skotið og Birta verð þetta og hvað gerir Kristína? Það er ekki skotinu. Anna reynir Jóhanna að halda pökkinu minni en tekst ekki og fá þær ísingu að launum. Það er héluð stemming í höllinni, mikið ísingar. Anna kemur Harpa inn á og sendir Tori bara út af. Æsendingar vinna þetta uppkast og Karitas reynir skoti bara erfiðri stöðu, er ennþá í barðunni, sendir hann upp á blánlínuna en þar ná æsendingar ekki að halda pekkinu minni í sóknarsvæðinu en eru með vald á pekkinu og þétt og há pressa hérna af Fjölniskonum og Jóhanna sendir pökkinu upp en finnur ekki nema Teresu sem enda bara í svellinu og Elín Darko tekur pökkinn hérna á vinstri kantinn, reynir fasta sendingu á Kolbrúnu, hefnast ekki, þá var það Elísa. Agga tekur bara 2 niður. Þetta var svo kallað Nova tilboð. 2 fyrir 1. Hér fáum við rangstöðu og uppkastið rétt fyrir utan sóknarsvæði Fjölniskvenna. Sem að þær og vinna og þá kemur Eva, reynir að taka hann upp hérna en Kristína hefur betur og Elísa mikil barátta hérna. Eva dreifur hann tilbaka, sendur hann yfir á Guðrúnu, nei, nær því ekki en Guðrún enga síður nær valdi á pekkinum og sendir hann upp hérna á Elísu. Oj, Kolbrún dettur. Há og mikil pressa hérna í sóknarsvæði Fjölniskvenna og pökkurinn lausir frá markið en farin fram hjá Elísa niður í horni. Dregur hann með sér en þeir beint í flasið á Guðbjörgu þarna og Guðrún, hún er ein og óvölduð, skýtur bara af erfiðu færi en Telma leikur sér að þessu. Hvað sagði ég? Hvað sagði ég? Nei, ég spurði hvað tíðin er fyrst. Nei, Og 14 mínútur eftir af þessum leik. ég bara vildi vita hvað er gaman. Hérna koma æsendingar, Bríett en það lenda í kröppum dansi hérna. Lenda í her Fjölniskvenna. Fokkurinn fór hana út af og við fáum uppkastið í sóknarsvæði SR Kvenna. Sem að Fjölnir vinnur og það er eina að fara hérna upp hægri kantinn, náði ekki og þá er Karitas komið með pökkinn, leikur á eina, leikur á aðra og skýtur ekki, heldur finnur Bríett skýtur á löngufæri en það eru Tori sem að blokkar þetta skot þarna hennar
Aftur koma Esseníkar og þá það Arna Björg á fartinu. Kemur hérna hægra megin, skýtur. Laumu skot hérna hægra megin. En það fyrir fyrir og tækling á milli Guðbjargar og Elínar. Og Teresa tekur þetta bara sjálf, kemur inn hérna vinstra megin. Hætti við, þetta lítið færi, finnur upp í Kolbrúnu sem að tekur hann bara sjálf hérna vinstra megin og niður á Öggu. Agga reynir bara að fara fyrir markið og skjóta sjálf. Tekst ekki, Kolbrún á Teresu, Teresa á Öggu að hæra megin sem að skýtur, nei, reynir sendingu fyrir, fasta sendingu. Þannig ekki að finna samverja. Þá koma Fjölniskonur, stilla upp hérna, Teresa kemur á fartinu hérna hægra megin. Þær eru þrjár, þær eru fjórar, Teresa yfir á Öggu, Agga missi pökki, glatar hann á milli lappan á sér en finnur þar Elísu og Elísu skýtur. Gott skot en Telma verður þetta með glæsi brag. Þú erum að klippa á mig. Og Fjölniskonur vinna uppkastið hérna í sínu sóknarsvæði en missa pökkin út og Eva sendir hann á Guðrúnu. Guðrún tekur pökkin upp hérna niður í horni. Ætlar að reyna að finna Kristínu en léleg sending. Þá kemur Kristín hérna nær pökkinum samt, tekur hann hægra megin, komið niður djúpt hérna, fer bak við markið, reynir að finna hérna Guðrúnu, gerir það. Guðrún nær að finna hérna Evu sem galopin á hægri kantinum, bara gott skot en endar í legglíf Esseníka og Guðrún með Harpa klúðra dauðafæri, galopið mark og Eva sendir hann yfir á Guðrúnu og sendi Guðrún skýtur bara og Telma sér við þessu rétt svo það skotríð að marki Esser kvenna en hérna koma þeir upp og Friðrika með Kristínu með sér og hérna Fjölniskonur komnar í svo Harpa skýtur bara það voru tvær en þið verð geta sendt pökkin en klúrar þessu og þá var Arna komin upp hérna hægra megin, fer niður djúpt reynir bakhanda sendinguna, lúmska sendingu fyrir markið á Caritas sem að nær pökkinum með nú ekki að skjóta og Arna kom með hann með rauðan dreif fyrir fram á sig en skýtur og það fer nú eitthvað illa í Fjölniskonu og upp kemur Marja upp hægri kantinn hérna, köttar inn í miðju en Arna verst vel leggst hérna fyrir það grínilega vel gert og henni Caritas niðri í vinstra megin, sendir hann fyrir frá markið en pökkurinn rata bara og hinn endan hvað nú dómarinn flautar og mér sýnist nú Kristín Ómarsdóttir vera mætt í refsiklefan hún lítur svo mikið sem 2 + 10 mínútur já, hún fær 2 + 10 mínútur og
tekur á móti Örnu Björg samherja sínum sem mun sitja þessar 2 mínútur en Kristín situr 10 mínútur. Þá eru Fjölniskonur komnar í drjúga yfirtölusókn hérna. Kolbrún með pökkinn vinstra megin, setur hann upp á Elínu Darko sem tekur hann niður, reynir skotið en nær því ekki en þær halda áfram með pökkinn og Kolbrún á Öggu. Agga skýtur bara og það er lengst yfir og áfram halda þær. Freista þess að auka við muninn sem er nú mikill þegar. Agga á Elínu. Elín skýtur en það er beint í leikklífin á Karítas og Karítas með þrjá Fjölniskonur á hælunum er fyrst í pökkinn en missir hann svo til samstundis. Elín á Öggu. Agga fer inn í svæðið, dregur hann hérna á blálínni, skýtur og það er fast skot og pökkunni laus hérna og þá var það Guðrún skýtur og það er Telma sem að ver þetta geysi vel. En er engin ummerki jú, Andrea Backmann er búinn í styrtu. Hún er að drífa sig á Þorrablót, skils mér. Það byrja núna á slaginu 10:30. Við fáum uppkastið í svona sæði Fjölniskonur. Þeir eru að vinna það, ná að halda pækinu minni. Guðrún upp á blálínni, skauta niður og lengra og skýtur og Telma Matthíasdóttir fristi pökkinn sem er orðinn gaddfreðin og uppkastið aftur í svona sæði Fjölniskonur. Guðrún með rauðan dreil fyrir fram að sig, hótar skotinu, skýtur ekki og Kristín aftur á Guðrún og Guðrún skýtur og 20 sekúndur eftir af yfirtölunni. Guðrún upp á bláu, skýtur ekki heldur finnur Teresu hinum megin sem að skýtur fast skot en það er beint í fangið á Telmu sem að knúsa pökkinn og gerir enn. Og Fjölniskonur vinna uppkastið og fast skot frá Elínu Darko á bláu línunni og Agga, Sigrún Agga það fylgir skotinu eftir og skora það með 7. mark Fjölniskonur hér í kvöld. SR því aftur orðnar 5 og í aftabóð og bóa. Átta mínútur eftir hérna af þessum leik og skotið frá Öggu. Telma verða og Elísa reynir að fylgja eftir með skoti sem er yfir. Og pökkurinn fær hann á orðhenginningu. SR-ingar hreinsa hann lengst yfir. Og þá
æsing að launum. Uppkast í svona svæði fylgskvenna. Seiningar vinna það, ná valdaðarpækinu Bríett. Og ef hann að halda pækinu minni. Og þannig Kristín Ingadóttir snýr sig við. Skítur. Og það ekkert nema SR Kilvu í flassið á sér. Snýr sig aftur við. Reynir aftur skotið. Og það mark. Neini skotur erfiðu færi. En Bökkurinn fer akkurat á þennan erfiða stað fyrir markmanninn, rétt svo yfir púðan og hendar í markinu og Kristín Ingadóttir að auka ennþá meira við mun Fjölniskvenna. Við erum komnar í 7-1. SR vinna þetta uppkast og inn fyrir Kristína. Missir hann, Karitas líka. Natalia López í góðri pressu og uppfara SR-konur en Mariana verst vel. Vildi ekki sjá þetta í sínu svæði. Bara aftur hérna niður í hægra horni. SR það ná ekki að koma þessu út, jú. En Kolbrún María er það bara mætt og hún tekur bara af stað, skítur en Telma Matthíasdóttir klikkar ekki á þessu. Uppkastið hérna. Agga kemur hérna meginn, skýtur fast skot á hægri af vængnum. Þrjusur skot sem endar í möskunum. 8-1 er staðan. Fjölni í vil. Hvað eru þau að gera í dag? Fjölnis skorar leikmaður númer 5 Sigrún Ásta Árnadóttir með stoðsendingu frá leikmanni númer 4 Teresu Snorradóttur. Harpa fellur þarna illa í battan. Og liggur enn. Hún er staðin upp. Harpa. Og fær stuðning út af. Vonum að sé í lagi með hana. Saði þessa gæi sem hann kem á skólanum. Já. Og Alessandra hlýtur dóma launum, hún hefur ítt henni greinilega hana út í battan.
Og enn á nýju eru Fjölniskonur komnar á yfirtöluna. Já, Alessandra fær 2 mínútna brottvísun fyrir ólöglega tæklingu eða illegal hit. Og Fjölnir kominn á yfirtöluna. Elín sendir pökkinn yfir á Öggu. Agga skýtur yfir og þá var það Kolbrún, sendir hann yfir á Öggu. Maður reynir sendinguna fyrir en tekst ekki og sendingan á að hreinsa pökkinn út úr svæðinu. Vel gert. Og reyna að drýja tímann og gera út yfirtöluna hjá Fjölniskonum. Upp kemur Kolbrún. Kolbrún á Kristínu. Kristínu verið á Öggu. Agga aftur á Kristínu. Kristín tekur hann þá inn, setur hann á Kolbrún. Kolbrún yfir á Öggu. Agga setur hann á Kolbrún og Kolbrún skýtur bara og það er bara skot en það fer af sendingi og framhjá. Kristín er að koma hann aftur upp á Kolbrúnu. Kolbrún yfir á Öggu. Agga sendir hann fyrir á Elísum og gott skot hana en fer af sendingi og aftur framhjá. Dimbing skot frá Kolbrúnu á blálínunni sem að Telma sér við. Fast skot frá Öggu hana úr erfiðu sjónarhorni, nánast bara upp við marklínuna en Telma Matthíasdóttir verður það. Uppkasti fáum við hérna í Sónarsvæði Fjölniskonur sem að S-sendinga vinna að reyna að hreinsa bara út af því að þær eru einu færri í 20 sekundur í viðbót að reyna aftur að hreinsa án árangurs. Þá er Elín komið með pökkinn, skilur hann eftir fyrir Guðrúnu. Guðrún tekur á skarið, skýtur bara en það er Telma sem að ver en Guðrún er að halda bekkinum inni og Elín nær þannig að reynir að aftur nær Guðrún að halda pökkinum inni og fer bara af stað og Alessandra kemur á fartinu þannig úr refsibóksinu. S-sendingar rána 5 aftur, Guðrún inn í skotið, það verður bara legglífina á Caritas og Elín Darko og Alessandra í baráttunni niður í horni. Elín hefur betur og er ennþá með pökkinu, missir hann frá sér út úr svæði. Það er Greta Jónsdóttir komin upp. Það er inn í sendinguna hana á Emilíu en tekst ekki og þá kemur Greta hérna á fullu gasu vinstrivænginn, sendir pökkinn bara lengst niður og Agga freistar þess að vera fyrst í hann sem hún gerir, sendir hann hérna, reynir að finna Elísu inn í vasanum en sendi aðeins og hátt uppi. Slögsending þannig hjá Maríanu og þá er það Elísa sem að senda hann á Kolbrún. Kolbrún kemur hann á fullu gasi á vinstri vagnum, tekur hann inn, reynir að skora, reynir að fara hægra með við markmanninn en aftur tilurinn frá Öggu en pökkunum framhjá. Mér síndist nú Kolbrún vaða þannig í Telmu, hann kemur Teresa á fullu farti, skýtur, það er framhjá og Fjölniskonur ná að halda pekkinum inni. Það var það Elín, hún tekur það sjálf inn, skýtur, Telma nær að verða þetta en pökkurinn er þá laust. 2 mínútur eftir að leiknum. Teresa dreifur hana með sér upp á blá og fer inn í miðju, allt hana bara inn í markið. Hvað er að gera þegar hún skýtur? En það er framhjá. Teresa reynir sendinguna yfir, rétt nær því. Agga nær að halda pekkinum inni, dreifur hann hérna sjálf, skilur hann eftir upp á Teresu. Teresa reynir skoti á löngufæri en Telma sér við því. Ennþá ná Fjölniskonur að halda pekkinum inni og
SR konum vantanlega dauðþreyttar. Kristín Ingvarsdóttir með skotið. Teresa reynir að fylgja því eftir, nær því ekki og ennþá ná Fjölniskonur að halda pekkinum inni. Hann er ennþá inni hérna. Og rétt rúm mínúta eftir af þessum leik. Kristín Ingvarsdóttir með sendinguna yfir á Evu. Eva sendir hann yfir hérna á bláu en það er engin nema blá treyja sem var inn í sendinguna inn í miðja sem er engin en Karitas finnur pökkinn. Þá nær Marja Sól að komast inn, setur hann inn í miðju. Tori reynir skotið þannig að nær því ekki og Guðrún einu óvöldu þannig að fyrir utan svæðið. Reynir skotið. Æsseningar orðnar dauðþreyttar eftir langa varnarhrinu. Gríðarlega langar sko, sérstaklega og þær eru bara 2 línur þannig að þreytan er gríðarleg. Bara átt að hérna fyrir bak við mark Fjölniskvenna. Og Elísa tekur hann bara sjálf upp hérna vinstri kantinn. Marja er með henni hinum megin. Elísa inn í skotið, það fyrir öxlina á Telmu og yfir. Marja reynir bara að halda pekkinum inni en þar með flautar yfirvaldið til loka þessa leiks. Gríðarlega góð barátta á báða bóga. Það var bæði Skautafélagi Reykjavíkur og Fjölni en lokatölur í Grafarvoginum hér í kvöld. Fjölnir 8, Skautafélagi Reykjavíkur 1. Ég heiti Jón Leifur Aðarsteinsson og þakka fyrir mig. Lifiði heil. Hvað er bíl þetta núna?